Mjaðmarbrót eru mjög ógnandi fyrir aldraða, ekki síður hér en erlendis, en við í Skandinavíu höfum haft mjög háa tíðni af mjaðmarbrótum. Hérna á Íslandi hafa rannsóknir sem ég tekið þátt leitt í ljós að það er 36% dánartíðni hjá körlum innan árs frá mjaðmarbróti, þannig að þetta er sannarlega eitthvað sem ógnar heilsu aldraðra. En ég hef verið að rannsaka mjaðmarbrót í nokkur ár og er núna í doktorsverkefni að rannsaka mjaðmarbrót og var núna á ráðstefnunni hjá háskólanum að tala tengsl mjaðmarbrót og D-vitamíns, en það er vel þekkt að D-vitamín og mjaðmarbrót tengjast sterkt, en það er þó ekki hreint orsakasamhengi að ræða því að þó að við leiðréttum fyrir D-vitamíninu þá sjáum við að það eru aðrir þættir en bara D-vitamíni sem hefur mikil áhrif, samanber hreyfingu og líkamlegan styrk og getu einstaklingana. Þannig að það eitt og sér að taka D-vitamín er kannski ekki að fara að koma í veg fyrir mjaðmarbrót, þó að sannarlega það minnki líkurnar á því. Við þurfum líka að gæta hreyfingu og vöðvastyrk og viðhalda liðleika og styrkleika í líkamanum til þess að koma í veg fyrir að brotin verði. Og ef við gerum þessa þætti alla saman, þá sjáum við að það verður mikið meiri árangur og það er það sem nýjustu rannsóknir eru að leiða í ljós núna. Ég hef einnig tekið að mér að vera formaður beinverndar á Íslandi og við erum í beinvernd einnig að reyna að sporna við þessari ógnun sem beinbrot eru, ekki bara þá fyrir aldraða, heldur fyrir alla einstaklinga og erum því alltaf að reyna að koma okkar skilaboðum fram hvað beinheilsa er mikilvæg alla ævi. Og eitt af því sem við erum að gera í þessu málu núna er að við erum með málþing 7. febrúar þar sem fagdeild bæklun- og hjúkrunarfræðinga stendur fyrir málþingi og hefur boðið hingað 2 erlendum prófessorum, Julie Sandley Thompson og Karen Hert, sem báðar eru mjög þekktar fyrir sína rannsóknir á vegum beinheilsu og brota og þær munu kenna hérna fyrir hádegi að þennan 7. febrúar bók sem var nýlega gefin út í Evrópu sem heitir Fragility Fraction og síðan mun verða málþing eftir hádegi þar sem við munum fá marga íslenska fyrirlesara til þess að reyna að ræða sem þverast það hvernig við viðhöldum heilsu og beinheilsu aldraðra. Og það er margt sem við erum að reyna að gera til þess að vekja máls og einnig að sýna fram á hvað er margt hægt að gera til að koma í veg fyrir mjaðmarbrót.